Svampar eru dýr en líkjast þó öðrum dýrum afar lítið. Þetta eru frumstæðar skepnur, það er frumstæðustu af öllum fjölfrumungum meðal dýra, nokkurs konar millistig þess að vera sambýli einfrumunga og raunverulegar fjölfrumulífurur. Þeir birtast okkur í ýmsum formum svamparnir, sem kúlur, blaðlaga, skán eða önnur form á hafsbotninum. Engin eiginleg líffæri eru í svömpum, eða vefir eins og í venjulegum dýrum, einungis örfáar og sérhæfðar frumugerðir sem sjá lífeðlisfræðileg ferli í svömpunum. Þessar sérhæfðu frumugerðir í svömpunum eru að mörgu leyti sjálfstæðar. Ólíkt því sem er með öðrum dýrum getur stök fruma myndað nýjan svamp. Hér sjáum við kafara sem að taka sýni úr svampi til rannsókna. Í ysta lagi svampsins eru flatar frumur sem vernda frumurnar sem innan við eru. Þær innri eru búnar svipu, svokallari, sem þær nota til að þyrla vatninu kringum dýrið og skapa straum í gegnum það. Með vatninu berst súrefni og fæða inn í dýrið. Svipufrumur þessar kallast kragafrumur og þær fanga fæðuagnir úr vatninu og melta þær. Miðlag svampdýrsins er úr frumum sem kallast ömbufrumur og þær framleiða hráefni í stoðkerfi dýrsins en flytja líka melt næringarefni. En ömbufrumur hafa líka það hlutverk að mynda egg og sáðfrumur því svamparnir geta líka tímgast með kynæxlun. Í heilsuvöruverslunum er hægt að fá náttúrulega svampa til að nota til baða og þannig voru fyrstu baðsvamparnir. Reynið samt ekki að nota íslenska svampa í baði því þeir eru alsettir örsmáum nálum sem stingast í húðina og erta. Annað er áhugaverðara við svampa og veldur því að vísindafólk hefur beint meira og meira sjónum að þeim síðustu ár. Annars vegar auka svampabreiður á landgrunninu verulega við fjölbreytni lífríkisins og skapa umhverfi fyrir aðrar lífverur. Þessar breiður sem sjómenn kalla ost veita til dæmis smáfiskum og seiðum mikilvægt skjól. Togveiðar hafa líklega eytt svampabreiðunum á stórum svæðum og sumstaðar hafa veiðar verið bannaðar þess vegna. Hins vegar framleiða svampar ýmis efni til að verja sig. Lífverur sem ekki geta flúið verða að nota aðrar aðferðir til varna. Sjómenn sem fengið hafa mikið af þessum osti í trollið kannast við sterka lyktina á honum. Lyktin er af þessum eftirsóknarverðu efnum sem gætu mögulega nýst í lyfjagerð eða efnaiðnaði. Íslenskt vísindafólk leitar nú að slíkum lífverkum efnum í svömpum úr sjónum við landið.